Áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4 en 100 ára fæðingarafmælis skáldsins Kristjáns frá Djúpalæk verður minnst á Akureyri núna á næstunni helgina á sunnudaginn í menningarhúsinu Hofi og svo líka í Amtsbókasafninu á Akureyri. En Kristján fæddist 16. júlí 1916. Hólmkell Hreinsson, Akureyringar, þeir hafa svolítið svona, eignað sér Kristján en hann var ekkert Akureyringur. Hvenær verður maður Akureyringur? Það vaknar svo spurning, Það er spurningin. Er það þegar maður hættir að gefa stefnuljós eins og sumir segja? Nei, Kristján var náttúrulega fæddur í á Langanesstöndinni, í Skeggjastaðahreppi, það ekki, Lára? Eitthvað svo les, já. Og svo bjó hann hríð hérna inn í Hörgárdal, stutt reyndar, en svo var hann í Hveragerði líka. Þar bjuggu margir listamenn og skáld á síðustu öld, seinni hluta síðustu aldar. En svo fluttist hann til Akureyrar og kannski var þekktastur meðan hann bjó hér. Hann var hérna líka í menntaskóla einn vetur. En ég held að svo sem skipti ekki öllu máli hvar hann var, hver GPS-hnitin voru þegar hann ortið, það er skáldið sem skipti máli. Lára, hvers vegna hafa verkin hans lifað svona lengi? Já, bara vegna þess að þau eru svo góð. Og ég er búin að því við erum að setja upp þessa sýningu þarna út í Brekkugötunni, þá er ég búin að vera svona aðeins að glugga í bækur það og hann og ég finn það líka svona á eigin skinni að sko ég hef sungið og raulað með útvarpinu og svo löngu seinna að fatta að þetta væri eftir Kristján frá Djúpalæk. Og það sem ég hef verið að lesa er það sko, að hann hefur notið miklu meiri hylli svona meðal alþýðunnar heldur en meðal þessara fræðimanna og ég var að rýna í einhverja ritgerð eftir hana Aðalbjörgu Bragadóttur þar sem hún er að lýsa því að sko, það er hvergi minnst á hann í þessari bókmenntasögu og ekki gerir þessi fræðingurinn það og svona að það er einhvern veginn eins og þetta hafi náð miklu meira til fólksins. Enda sko við þekkjum öll Lilla Klifurmús. Af hverju þekkjum við hann svona? Jú, þetta er svo skemmtilegt allt saman. En hann lifði ekki á því að vera skáld og yrkja. Hann var verkamaður og hann var kennari og fékkst við ýmislegt. Já, en svo undir það seinasta þá gerði hann það bara þokkalega held ég. Ef ég má, þá langar mig að lesa aðeins hérna úr bréfi sem ég fann. Já, sem ég fannst alveg dæmalist skemmtilegt. Hann er hérna að skrifa til Laufeyjar systur sinnar sem að bjó austur á Bjarmalandi. Ég veit nú ekkert, eða er ekki klára landafræðina þarna, ég er úr annarri sveit sko. En hérna hann er að lýsa því hérna að hann er að þakka, ég vil að byrja hérna, þakka þér einnig sviðin, systir hans virðist hafa sent honum svið. Þau eru mjög góð. Við gefum engum kjamma, lúrum á þeim í ísskópnum og étum þau með gleði nema ungi maðurinn, það er semst sonur þeirra. Hann vill ekki svið, óvanur því og slátri. Matvendi tilheyrir nýrri kynslóð. Sulturinn er hættur að gera matinn sætan sem einu gildir. Það er ótrúlegt að skáldskapur skuli geta gefið arð. Ég hef á 300.000 síðastliðið ár, þetta er skrifað 1974, vegna ritstarfa fyrir ekki. Ótrúlegt. Ritlaun í 90.000 og aðaltekjur af plötum og frá útvarpi. Stef heitir fyrirtæki í Reykjavík sem sér hagsmuni tónskálda og textahöfunda. Það gefur mikið aðra hönd að yrkja söngtexta. Þetta er allt svo undarlegt þegar horft er tilbaka. Ég er mjög hreykin að borga 100.000 í skatta. Það er munur að greiða þá eða vexti af skuldum. Að vísu skulda ég ennþá, en ég vona að ég geti farið hérna skuldlaus. Næstu 50 ár gefa söngvar mínir syninum tekjur. Ég er nýbúin að kaupa mér rafmagnsvél. Hún er létt eins og skeiðhross og reynir ekki eins mikið á handleggina og veika liði eins og hinn. Tæknin er lygileg, en hún gefur mér þó andagift. Og mér langar að lesa aðeins pínlítið meira. Ég er nýbúin að senda efni á stóra plötu frá mér. Ætli komi ekki einar 2-3 út á þessu ári. Ég hef meira nóg að gera að þýða og yrkja, söngva fyrir kóra hér í bænum, hljómplötuútgefundur og hljómsveitir.
og nú eru þeir stóru allt í einu farnir að kalla störf mín textagerð, þjóðþrjóðverk og gildan skáldskap. Þetta er skemmtilegt. Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Sérstaklega þetta með skeiðhrossið. Já, verið til með. En Kristján, hann var í ýmsu, svona, samdi ljóð og þýddi. Já, hann náttúrulega var sko ljóðskáld fyrst og fremst og það sem að hann þýðir er bundið mál. Og það sem að til dæmis, þegar við vorum að tala Lilla Kleifahús, þetta var nú kosið við besta eða vinsælasta barnalag allra tíma hérna í tilefni af 50 ára afmæli Ríkisútvarpsins. Dvelið í Draumahöll eða Vögguvís á Dýrunum í Hálsaskógi. Og það er hann sem þýddi það. Hann þýddi það og hann þýddi Kardimonbæinn líka og svo Frumortan til dæmis eins og Pílu Pínu sem var nú sýnt hérna á Akureyri bara fyrir 2 árum síðan. Og svo eru öll þessi ljóð sem hann yrkir og sumt sko verður að dægulega textum en sumt semur hann sem dægulega texta, bara eftir pöntun. Og hann sagði, ég heyrði í útvarpinu í sumar í þætti hann að hann hafði sko hugsjón með því að semja dægulega texta, að dægulega textar yrðu á góðri íslensku. Og það er náttúrulega guðsþakkarvert að einhver skyldi hafa gert það. En svona ef við svona að setja hann einhvers staðar niður svona, ég líklega var kannski fyrst og fremst, ég sveitamaður í sér þó hann kannski væri líka heimsborgari. Já. Ég held að hafi togast rosa margt á í honum sko. Hann er sko, já, heimsborgari og sveitamaður og já, ýmislegt annað sko. Hann er trúaður og ekki trúaður og hann er raunhyggjamaður og svona sveimhugi. Og svo náttúrulega hafði hann áhuga á pólitík greinilega. Hann var ritstjóri hérna á Akureyri tíma, hvað hér blaðið aftur? Verkamaðurinn. Já, hann sko reyndi ýmislegt til þess að hafa í sig og á og meðal annars vann hann í verksmiðju og það átti afskaplega illa við hann og sennilega líka hefur hann búið við kröpp kjör og hérna þá runnið blóðið til skyldunar með það að berjast fyrir betri kjörum. En það sem sagt verður sýning í Hofi á sunnudaginn? Já, það er dagskrá í Hofi og þar meðal annars verður hún Aðalbjörg Bragadóttir sem að skrifaði meistaraprófsritgerð Kristján sem að segir frá skáldinu og þar kemur önnur Aðalbjörg sem er Sigmarsdóttir sem að héraðsskjalaverður og segir frá sýningunni sem að Lára og hún og Nanna hafa verið að setja upp í Brekkgötu eða bókasafninu og svo verður söngur líka, það verða lög úr Pílu Pínu og himnódía syngur og þannig að þetta er svona dagskrá í tali og tónum. En sýningin hjá ykkur á héraðsskjalasafninu, hvernig verður hún? Þetta er svona sambland af skjölum og bréfum sem hann hefur skrifað að fengið og svo bækurnar eða sýnishorn af bókunum og við ætlum að reyna, þau erum ekki alveg búin að klára þetta allt saman, að reyna að koma því svo við að fólk geti hlustað aðeins á hérna alla þessa tónlist sem hefur verið gerð við hans ljóð. En hérna mér langaði svona líka að minnast á að þarna á einum kassa, sko, það eru þessi bréf sem að fóru milli hans og Guðmundar Böðvarssonar skáldsins sem sólin kyssti og þeir skrifuðust á nefnilega svo lengi og hann hérna Kristján kom síðan með kassa af þessum bréfum og þetta var lokað þangað til í sumar, átti að opna og var gert á 100 ára afmæli Kristjáns og nú getur fólk gluggað í þessar bréf sem fóru skáldan á milli þannig. Síðan 1943, frá 43 til 74. En Kristján frá Djúpalæk, hann lifir með okkur og kemur til með að gera áfram. Algjörlega, og eins og öll skáld þá áttar maður sig ekki á því, eins og Lára sagði það, sko. Maður áttar sig ekki á því hvað hann er búinn að ganga manni einhvern veginn inn í merginn fyrir maður fer að hugsa það. Akkurat, höfum þetta loka orðin. Þakka ykkur fyrir komuna hingað og við höldum hér áfram eftir andartak.